Næsti fyrirlesturinn í dag hönnun og það bara svona mjög gróf yfirferð á því hvað við þurfum að hafa í huga og líka að við ættum að hafa það í huga. Af því að sem foreldrar þá mjög auðvelt að segja að ég foreldri, ég ekki hönnuður. Ég þarf bara að fá hönnun og ég útfæra hana og ég þarf ekkert að hugsa þetta. En við þurfum að hugsa þetta af því að ef við gerum það ekki þá búum við bara til eitthvað sem að virka fyrir okkur og við skiljum en aðrir gera ekki, í flestum tilfellum ekki. Og þá það líka oft þannig að við þurfum einhvern veginn að giska í eyðurnar og við þurfum ofta að túlka hönnun á milli eitthvað sem við fáum bara einhverja desktop útgáfa af yfir í eitthvað mobile og við þurfum þá að hafa eitthvað svona sens á hvað virkar og hvað ekki. Og stundum þurfum við líka bara að búa til okkar eigin útlit sem við viljum að búa til einhver kerfi sem kannski bara notað einhvers staðar innan hús, notað fyrir eitthvað fólk og þá hefur þetta oft verið svona að hönnuðir horfa á okkur og segja já, þetta svona forritaraútlit, þetta eitthvað sem að forritari hefur búið til að þegar forritari svo lélegir að hanna. En við getum lært og við getum orðið betri og við getum sýnt fólki að við getum alveg eins hannað eins og annað fólk, eins og hönnuðir. En hérna svona ýkt dæmi eitthvað svona forritara útlit þar sem maður vill oft sem forritari gefa aðgang að öllum mögulegum fítusum og skiptir ekki máli hvernig þeir eru eða hvað þú átt að vita þetta og þú getur gert þetta þarna og hættir bara að væla og lærðu á þetta en hönnun miklu meira eitthvað svona sem maður þarf að pæla í og það eru reglur og svona margar af þessum reglum frekar svona basic eða svona common sense en það samt þess virði að fara yfir þær og þá fyrst svona alignment eða röðun og jöfnun þá hvernig hlutirnir okkar líta út og hvernig þeim raðað og þá að hafa eitthvað plan og hafa einhverja reglu þannig að þá kemur þessu grindin sterk inn til að hjálpa okkur við það að viðhalda þessari reglu það sem ekki bara eitthvað af handahófi sem við erum að færa hlutina frá hvort öðru. Þessi hlutur of nálægt, ég ætla að færa hann bara eitthvað frá. Svo kemur einhver annar hlutur, ég ætla að færa hann bara einhvern veginn öðruvísi frá. En við höfum í raun eitthvað sem við getum hugsað. Já, nú ég að fara að færa eitthvað frá, þá það þetta pláss. Eða þetta á að vera stórt pláss, þá það tvisvar sinnum þetta. Og þá svona ýkt dæmi sem kemur ekki oft kannski svona augljóslega fram en það að hafa einhvern kassa þar sem við séum með einhvern annan kassa og svo þriðja kassan að það sé ekki bara þegar ég að horfa á þennan kassa þetta gerist yfirleitt þannig að maður að útfæra þennan hérna kassa og þá finnst manni að þetta vera svona pláss svo fyrir maður að útfæra þennan kassa og þá meikar þetta einhvern veginn meira sens og svo útfæra þennan kassa og þá meikar það ennþá meira sens og svo þegar maður horfir á þetta allt í heildinni þá ósamræmi í þessu öllu saman í staðinn fyrir að gefa sér bara einhverja reglu og halda sig við hana alltaf þegar ég ætla að vera með einhver bil þá þau svona og svo þegar við erum að hópa saman einhverju efni að hugsa það að skipulag á því skiptir máli þá ættum við að láta líka hluti vera saman og ólíka hluti að vera ekki saman og þá getur þetta til dæmis svona uppáhalds lélega birtingin á þessu þegar við erum með einhvers konar lista og svo einhver svona gögn það og það ekkert bil á milli þannig að þegar ég farin þetta langur listi af einhverju og ég farin að lesa hann og ég komin hérna niður og ég man aldrei ekki er þetta tvend eða þetta og þá þarf ég að fara upp svo þarf ég að telja mig niður til þess að sjá hvað hvað í staðinn fyrir bara að hafa bil og passa upp á að þetta sé make sense og þetta sé það sem á við saman sé saman og þetta oft þegar maður kannski með einhver svona fullt af svona kart sem með einhverja leitaniðurstöður eða með einhverja fréttabirtingu eða eitthvað svoleiðis og það koma margir hluti saman og það sérstaklega mobile og þeir leggjast allir hlið við hlið og þá getur þetta verið þannig að
einhver lítið texti, einhver inngangstexti í fréttinni á titillinn fari að verða sitt á hvað, eða myndir séu á milli og maður veit ekki hvort myndin fyrir ofan eigi við fréttina fyrir neðan eða fréttina fyrir ofan. Og síðan þegar maður er að raða hlutum saman að nota andstæður til þess að í raun að brjóta á milli eða brjóta upp og gefa í raun þeim hlutum sem eiga að fá auki vægi og líka bara til þess að í raun hafa svona einhverja svona sjónræna hierarkíu í hlutunum. Og það getum við gert bæði með bara því að nota letur, með því að nota mismunandi þyngd í letri eða mismunandi stærð, bara stækka letri okkar eða stækka það og feilletra það, eða með því að snúa við litum á bakgrunni til þess að fá kontrast. Eins og hérna að vera með til þess að einhverja fyrirsögn sem er svona, þetta er í raun fullkomlega brúklegt, en í raun þetta getur verið meiri, sérstaklega mikið að texta, að hafa brot, þannig að það getur hjálpað til þegar fólk er að skima yfir textan okkar, að leita einhverju ákveðnu eða er bara að sjá hvað af þessu ætti ég að lesa, af því að það er nú sjaldan sem að fólk les allt sem að er sett fram á stafrænu formi. Síðan með leturgerðirnar, eins og við höfum séð að það eru margar leiðir fyrir okkur til þess að eiga við og breyta og dúlla við þetta, þannig að þá er gott að velja til dæmis leturgerðir, einhverja svona eina leturgerð fyrir meginmál og aðra fyrir fyrirsögn og hugsanlega einhverjar andstæður og síðan að hugsa líka stærðir á letri. Það ætti ekki að vera handahófskenndar og þá er oft notaðir einhverju svona typografískir skalar, það sem er í raun einhver stærð og svo er í raun einhverjar reglur eða einhver stökk á milli, þar sem við erum að fara úr einni stærð í aðra og það er eitthvað hann á bakvið. Til dæmis er þetta nota typografískir skala sem byggir á ég man ekki allavega. Svo þetta sem við höfum talað áður, hvernig textun okkar getur legið á línum og svo litir, og þá að vera ekki með bara einhverja handahófskennda liti, heldur velja sér einhverja litapalettu og nota hana og hafa þá hugsanlega er þetta bara eitthvað algjörlega út í loftið, en þá er einn ákveða maður, hér á að vera einhver meginlitur og hérna á að vera einhver hjálparlitur og þá getur svona tól sem getur hjálpað manni að nota, color theory er náttúrulega alveg sér kapítuli, en hérna getum við verið að nota svona complementary liti eða eitthvað svona square þar sem við erum að fara eftir einhverju litahjólinu og við finnum eitthvað og getum síðan átt við og fundið og þetta samkvæmt einhverju litateóríu eru complementary litir og svo getum við fundið viljum við fara út í eitthvað dekkra eða eitthvað ljósara og bara átt við og haft reglu á því sem við erum að gera. Og það svona kannski svona bara helsta það sem fer í gegnum þetta allt saman bara velja sér einhverja reglu og halda sér við hana, sem ætti að vera auðvelt fyrir okkur forritarana. En síðan þegar við erum með hönnun, þá það ekki raun bara hvernig hlutirnir raðast upp á skjáinn í einhverju hierarkíu og alignment og kontrastar og eitthvað svona, heldur þetta líka hvernig bara við hugsum upplýsingarna sem við erum að gefa frá okkur. Og þá það hönnun á eins og veftré og hönnun á hvað er mikilvægt inn á síðunum, eins og við komum inn á í fyrsta fyrirlestrum í dag. Hvað er mikilvægasta verkefnið eða mikilvægastu upplýsingarnar sem þessi síða á að vera að gefa upp og þá hvernig lifir hún í heildinni sem er þessi vefur. Og þá þessi æfing að setja upp veftré að komast að því í raun hvernig er hierarkían hjá okkur. Og þetta nú yfirleitt það þannig að já, velkomin aftur. Það góð spurning. Við vorum að byrja en þetta allt tekið upp, þú getur kíkt á þetta eftir. Já, þú mistir ekki neinu mikilvæg held ég. En þegar við erum með veftré og erum að vinna í svona vinnu, þá erum maður yfirleitt að vinna þetta í einhverjum hóp og þá er maður yfirleitt að vinna með einhverjum sem með hönnuði og einhverjum verkefnastjóra eða eitthvað svoleiðis og maður í teymi og þá er mikilvægt bara að muna það að sem forritarar þá höfum við rödd og við erum að nota hana og við erum ekki í raun bara einhver aðili sem tekur við einhverju lokin og executar, heldur getum við haft bein áhrif á það hvað er verið að búa til. Þannig að ef við vitum til dæmis
og þetta eitthvað sem er mjög algengt að hönnur eða verkefnastjórar eða hvað sem þetta heitir sem er þegar maður er í svona vinnu að þau hafa einhverja mynd í haustum að eitthvað sé auðvelt og eitthvað sé erfitt og oft er það í raun alls ekki í samræmi við raunveruleikann. Þannig að þá að vera svona hitamælir á það að segja heyrðu, ef við gerum þetta svona þá væri þetta mun fljótlegra, þá getum við klárað á klukkutímum en ekki dögum og vera í þessu stöðuga samtali við fólki í kringum okkur. En allavega þegar maður er að setja upp svona vefi og hugsanlega munið þið gera það, kannski langar ykkur að setja upp vefi fyrir ykkur, kannski vil ég fara í lokaverkefni þar sem við ætla að setja upp vefi eða eitthvað og þá er raun að strúktúra hvað er efnið sem ég er með og þá er þetta svona gott bara að byrja að skissa yfirlitsmynd yfir alla síður sem eiga að vera á vefnum, hvaða efni á að vera inn á hverri síðu, hvernig tengjast þær innbyrðis, hvaða síður eru með lista af hlutum, hvaða síður eru efni sem eru af þessum listasíðum og þá hugsanlega enda með eitthvað svona rosalega basic, bara einhverja hierarkíu, þetta verður eitthvað svona tré en þetta ásamt því til dæmis að skissa upp síðan hvernig lítur þessi forsíða og þessi undirsíða út og þá er þetta búið til svona wireframe og þá er þetta taka þessa síður í raun, hvernig síður er ég með? Er ég með eina síðu fyrir allar síður, svona template eða síðutípu? Er það eitt eða eru fleiri? Oft er þetta svona að þú ert með forsíðu og undirsíðu, það er svona mjög klassískt, svo ertu stundum með forsíðu, milliforsíðu og undirsíðu, þannig að þá er forsíðan einhvern veginn sérstaklega, hún er að sýna nýjustu fréttirnar og nýjustu viðburðina, bla bla bla, eitthvað. Svo ertu með milliforsíðu sem að sýna kannski lista af fréttum eða samantekt eitthvað ákveðið efni og síðan ertu með efnið sjálft, þar sem þú ert með í raun textan og það sem að fólk er að neyta, laufin á trénu. Og þetta er bara líka ef þið skoðið vefinn, hvernig eru síðurnar sem þið eru mikið að nota og hvernig er svona upplýsingunum hagað, hvað er mikilvægt og hvað ekki. Og þetta er í raun, þegar maður er að skissa, þá er náttúrulega bara blað og blýantur held ég bara langt bestu tólun sem við erum með og svo er í raun tústöflur eða svona post-it note miðar og vinna þetta þannig saman í hóp eða einhverju tóli eins og með Balsamic sem er mjög svona næst þar sem við erum ekkert að hugsa hvernig er þetta á litin eða hvaða letugerð það með eða eitthvað sluss, heldur við erum bara að hugsa hvernig erum við að struktúra þetta og til þess að fá í raun bara byrja á þessu svo við komumst fram hjá því að vera bara með einhverja hvíta síðu eða tóma textaskrá og ætlum að byrja frá grunni og ef við höfum ekkert plan þá förum við svolítið út allt þannig að þetta er í raun að plana áður en við förum á staði er afskaplega mikilvægt. Hérna er dæmi eitthvað sem kemur frá Balsamic sem er bara svona alveg súper einfalt og þú ert ekkert að fara að tapa þér í því að vera pæl í letugerðunum. Þetta er bara á að líta út eins og þetta hafi verið skissað af einhverjar mannesku og þetta er í raun bara til að sjá make a sense að hafa þessu uppbyggingu hér eða ættu að hafa þetta hérna til hliðar og texta niður hvernig er best að struktúra upplýsingarnar okkar þannig að þetta virki sem best fyrir það fólk sem notar þetta. Síðan sem hönnur þá getum við líka gripið til bara svona tóla sem að hjálpa okkur við að búa til útlit og þá er svona Bootstrap var í raun lengi vel aðalmáli í þessu og það er svona frammenda hlutasafn eða component library þannig að það skaffar okkur fullt af svona hlutum og síðan ef við notum rétta klasa í HTML þá fáum við eitthvað útlit án þess að gera eitthvað mikið þannig að hérna er einhver examples hérna er þetta basic example sem við erum með einhvern vef og svo ef við skoðum þá fáum við þetta útlit með því að nýta eitthvað hérna fyrir þessi card hérna mjög klassískt þá fáum við eitthvað hérna card MB4 eitthvað margin bottom þetta er hérna shadow svo kemur hérna eitthvað þetta er SFG bara svo kemur hérna card bandstring body card text og eitthvað þannig að það er einhverja reglur sem er verið að fylgja hérna til þess að reyna að fá þetta útlit og þá getum við fengið alls konar svona
og þá við förum hérna tilbaka og förum í documentation og förum í hérna eins og í components, þá getum við séð hérna til þess að fá svona komponent sem er eitthvað primary alert, þá gerum við það svona, og til þess að fá eitthvað svona þá gerum við það svona, og svo vísum við bara í eitthvað CSS og hugsanlega eitthvað hérna JavaScript, og þá í raun fáum við virkni frá Bootstrap. Þetta var mjög vinsælt en er núna í raun svona ekki jafn mikið notað og það var, aðalega út af því að vefirnir okkar fara að líta svolítið keimlíkt út öðrum vefjum, af því að maður getur í raun fengið þetta Bootstrap og svo getur maður fengið eitthvað þema ofan á það og svona breytt eitthvað, en struktúrin og svona svona overall lookið er eiginlega alltaf það sama. Þannig hérna er eitthvað svona dæmi þetta. Þetta er reyndar gamalt, það er komið nýrri útgáfa af hérna Bootstrap, þannig að þetta er aðeins öðruvísi en það sem við vorum að sjá. Síðan er annað sem er svolítið búið að vera mikið í umræðinni seinustu mánuði, og það er Tailwind sem að fer í raun all in á þessum hjálparklösum eins og við sjáum hérna, þessi MB4, Margin Bottom 4. Þar er í raun bara gomma af hjálparklösum og við fáum ekki tilbúna hluti, heldur setjum við það saman með þessum klösum. Þannig að þá fáum við eitthvað hérna medium, og það er sem þetta medium, SM og BG, og þetta kemur, það kom frá Bootstrap. Hérna er þetta í medium, þá átti að vera með flex, medium, flex, shrink 0, þetta á að vera rounded í large, medium with 56, og hérna er í raun, ég hef ekki notað þetta persónulega sko, en þeir sem hafa notað þetta og ég hef talað við segja að maður þarf svolítið tíma til þess að læra inn á allt þetta hérna, en þetta er eitt besta demo sem ég sé að því hvernig hlutir virka. Þannig að þegar maður lærir á það hvernig þessir klasar virka, þá sé maður rosalega fljótur í raun að púsla saman einhverju sem maður lítur bara vel út, og er út af því að þú ert ekki með eitthvað svona komponenta sem þú farið úr boxinu eins og í Bootstrap, þá verður útlitið alltaf þitt. Þannig að hérna sjáum við hvernig flex kemur inn í, og þetta maður þarf að vita í raun MD text left, eitthvað svona, þetta er leið. Persónulega eitthvað sem ég myndi mjög seint fara í, út af því að við erum í raun bara að binda útlitið okkar við HTML-ið okkar, þannig að þetta mun alveg líta vel út og þetta mun alveg vera þarna eins og það er, en það verður erfitt að breyta þessu, og það verður erfitt fyrir einhvern sem kann ekki Tailwind að koma inn og setja sig inn í þetta. Þannig að þú þarft í raun að vita hvernig CSS virkar, og síðan þarftu að hérna læra hvernig Tailwind virkar, og það sem er í raun notað ef við skoðum hérna, ég held að þetta sé bara live, sjáum þetta breytast hérna, lifandi, er að þetta er allt út í important. Þannig að það er bara komið fram hjá vandræði með specificity og kasketið, menn það setja bara allt sem important. Þannig að Tailwind er í raun bara pretty much bara fullt af svona klösum með einni eða fleirum eða tveimur hugsanlega hérna skipunum, og svo bara important. Þannig að já. En þetta er svona hönnun, og það er náttúrulega núna verkefni 5 er svona þetta að þið fáið verkefni 4 og setja inn í grindina og eru svona aðeins að hugsa hvernig þið getur bætt við svona smá svona næsheitum, en það er í raun bara þetta að passa upp á að fara ekki of langt, ekki fara all in á einhverjum svona hreyfingum eða featureum eða hérna einhverju svona text shadow eða box shadow eða eitthvað svoleiðis, heldur en halda sig bara við svona frekar svona fáað útlit fyrir einhver skilgreiningu á fáað, og svo þegar og ef þið farið að vinna með hönnuðum, að muna bara að hönnuður er ekkert hérna alvitrir einstaklingar sem vita alltaf nákvæmlega hvað er að gerast, þannig að það er okkar líka að viðhalda, þetta er samtal tveggja aðila.